Fyrir aftan okkur þá náttúrulega erum við með bíl frá ykkur sem við erum með hérna á námskeiðinu og þó við höfum keypt hann þá munið þið prófa hann aðeins áfram og sjá hvernig hann getur mögulega reynst. Hvernig sér þú svona fyrir þér svona þessa rafvæðingu þegar kemur að ferðaþjónustu og jafnvel jeppaferðum? Þetta var náttúrulega mjög áhugavert erindi sem okkur þótti gott að taka þátt í vegna þess að við höfum náttúrulega verið að fara með ferðamenn á breyttum ökutækjum hérna landið og erum að fá mikið af fyrirspurnum frá fólki alls staðar á heiminum sem vill koma og upplifa Ísland. Síðan náttúrulega hafa orðið miklar breytingar bara í umhverfinu, reglugerðum og öðru og við þurfum náttúrulega að taka þátt í sjálfbærni viðmiðum og öðru og þar af leiðandi þótti okkur þessi tilraun vera áhugaverð. Og nú bara að sjá hvort að við getum mögulega nýtt rafmagn til þess að knýja Land Rover jeppa, gamla Land Rover jeppa á 38 tómu dekkjum í fjallaferðir á Íslandi. Þetta ekki kannski einfaldasta prófraunin fyrir svona verkefni. Við erum að gera þetta rauninni náðast í fyrsta skipti, svona þessu kalaberi. Þannig að þetta hvernig aðstæður að sjá fyrir að geta prófað hann í? Já, það kemur náttúrulega í ljós hvernig drægnin verður og hversu langt við getum farið á einni hleðslu og svo framvegis og hvort að mótorinn skili í raun og veru öllu því afli sem hann á að gera út í þessi stærri dekk. En við erum að keyra mikið af ferðum hérna í kringum höfuðborgarsvæðið þar sem við erum til dæmis að bjóða upp á 2 klukkutíma jeppaferð. Þar sem fólk bara leggur á stað og keyrir síðan eftir jeppaslóðum hérna í kringum borgina og yfir ár og upp á fjöll og alls konar. Ég sé fyrir mér að þetta geti nýst mjög vel þar. Og þá höfum við næga drægni því að við erum kannski ekki að fara mjög langar vegalengdir. Við erum samt að reyna á bílana, við erum að keyra í þannig aðstæðum að við þurfum að beita háa drifi alla jafna og síðan en við erum aldrei langt undan næstu hleðslustöð. Nei, akkurat. Það ekki þetta ætlast til þess að hann geti gert allt og miða við núverandi getu fullbúna svona breyttra bíla. Heldur þetta náttúrulega bara þess að sjá hvar möguleikarnir eru. Já. Heldurðu að svona þegar fram í sækir að fleiri sem horfa til þetta, eins og nefndir aðeins með sjálfbærnina, heldurðu að kröfunar verði bara hjá ferðamönnum að geta upplifað náttúruna rauninni, hvað sem svona á þess að vera með dísil- eða bensínvélina í gangi? Já, sko, ég veit nú ekki hvort að kröfurnar verði fyrir hendi en ég held að áhuginn verði fyrir hendi. Og ég held alveg örugglega að það sé stór hópur fólk sem finnst þetta áhugavert og væri tilbúið að prófa þetta. Við fáum rosalega mikið til okkar af fólki sem annaðhvort svona Land Rover áhuga fólk eða jeppaferða áhuga fólk. Og þetta mun alveg klárlega höfða til þess og ég hef sent svona ávinning af þessu á valda viðskiptavini og ég fæ alls staðar bara mjög jákvæðar viðtökur og fólk langar til að prófa og vita meira hvað í gangi hérna. Skulum bara vona að þetta gangi vel og það komist nú allan út fyrir hurðina hérna hjá okkur. Já, við bara treystum því að þessi menn viti hvað þeir að gera og mér sýnist þetta nú allt verið í góðum höndum. Við erum allan búin að snúa mótornum, þannig að eins og staðan núna, akkurat töluðum orðum, þannig að það bara áfram gagn. Þannig að takk hérlega fyrir... Hálfur sigur unnin, hann komin í gang. Já, takk fyrir spjallið og bara gangi vel með verkefni. Já, takk.